og næsta dagskrá eru fjórði liður, það siðareglu kjörinna fulltrúa og til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og ég kom inn á í síðasta lið að þá gerðum við þó nokkrar breytingar á þeim siðareglum sem voru hér samþykktar fyrir. Ég ætla svona að renna yfir helstu atriði. Ég ætla nú ekki að fara yfir svona orðalags kannski mikla breytingar en kannski eitt af stórum málunum var að við breyttum bæjarheiti og milli þess að við tókum upp siðareglunar og þannig að nú það Akureyrarbær í staðinn fyrir Akureyrarkaupstað, bara þannig að það komi fram. En fyrsta kannski stóra breytingin er í lið 3. Þeim lið breyttum við að miklu leyti, þannig að sá liður orðin svona: kjörnir fulltrúar skulu gæta þess að framkoma þeirra og athafnir samrými starfi þeirra og þeir forðist að aðhafast nokkuð sem gæti orðið þeim eða Akureyrarbæ til vanvirðu og álitshnekkis. Í störfum sínum skulu kjörnir fulltrúar koma fram af heiðarleika og kurteisi og sýna hver öðrum, íbúum, viðskiptavinum, starfsfólki sveitafélagsins fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu. Kjörnir fulltrúar skulu leggja sig fram að skapa í störfum sínum heilbrigt vinnuumhverfi þar sem hafnað hvers konar kynferðislegri eða kynbundinni áreitni, einelti, ógnandi eða annarri vanvirðandi framkomu. Næsta breyting, svona stórvægileg breyting kannski ekki fyrir inn í lið 6 og þar bætt inn setningu: kjörnir fulltrúar virða einnig trúnað ummæli einstakra fundarmanna á lokuðum fundum í nefndum og ráðum Akureyrarbæjar. Næsta breyting í lið 8, eða svona verulega breytingin, en það snýr að hagsmunaárekstrum og sú setning svohljóðandi, eða sú málsgrein: ekki heimilt að þiggja gjafir, fríðindi eða annan viðurgjörning frá íbúum og viðskiptavinum Akureyrarbæjar eða þeim leita eftir verkefnum eða þjónustu bæjarins sem túlka má sem persónulega þóknun fyrir ákvarðanir á vegum bæjarstjórnar eða nefnda. Kjörnir fulltrúar mega þó þiggja gjafir, fríðindi eða annan viðurgjörning vegna starfa sinna þar sem hagsmunir fyrstu málsgreinar eru ekki fyrir hendi en lagt til að þeir birti það í hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa. Þetta svolítið viðamikil breyting hjá okkur en við nefndin, starfshópinn ákvað að leggja þetta svona fram af því það þannig að það verið að gefa bæjarfulltrúum boð á listasýningar, hvers konar, hvort sem að það eru myndlistasýningar, leiklistasýningar og við höfum flest eða mörg hver okkar þegið það og þess vegna bara fannst okkur vert að það þá kæmi bara og væri upp á borðinu og væri þá bara öllum ljóst að svo væri. Svo verður bara hver og einn bæjarfulltrúi að gera það upp við sig hvar mörkin liggja. Ég til dæmis fyrir mitt leyti það mjög óæskilegt að þiggja vínflöskur af einhverjum eða eitthvað þess háttar, þannig að en ég hef sjálf persónulega þegið boð á listasýningar, enda tel ég það vera eitt af hlutverkum mínum sem bæjarfulltrúi að sækja listasýningar. Ég sit líka í stjórn Akureyrarstofu og ég sit líka í stjórn Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og finnst það bara vera eitt af verkefnum mínum að fylgjast með listinni og sjá hvað við erum að setja peningana í. En ég ger reyndar ráð fyrir að hugsanlega verði einhver umræða þennan lið. En til að þá það næsti liður, einmitt út af málsgrein 8, þá bættu við hópurinn inn því að til að auka gegnsæi og traust á störf kjörna fulltrúa lagt til að aðal- og varamenn í bæjarstjórn fylli út hagsmunaskráningu innan 3 mánaðar eftir að þeir eru kjörnir.
Þannig að þarna erum við þá bara að setja upp á borðið okkar hagsmuni, þannig að þeir séu bara opnir almenningi. Nú bara málavexti svo að persónuvernd þannig að við getum ekki skyldað einn að skrá þessa hagsmunaskráningu, þannig að við erum bara að leggja það til og svo það þá bara valdi hvers og einn bæjarfulltrúa hvort honum finnst það mikilvægt í sínum störfum að setja þetta fram. Síðan næsta breyting í grein 10, það að kjörnir fulltrúar gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi Akureyrarbæjar. Þeir mega ekki hlutast til að starfsmenn geri neitt sem hefur þann tilgang að verða til hagsmunalegs ávinnings fyrir kjörna fulltrúan né aðilum, ákveðnum hópum eða fyrirtækjum nátengdum honum. Síðan það síðasti liðurinn og okkur finnst nefnilega mikilvægt að við séum að miðla þessum siðareglum ekki bara til kjörna fulltrúa heldur einnig til almennings. Og sú málsgrein hljóðar svona: kjörnir fulltrúar undirgangast þessa reglur með undirritun sinni og lýsa því þar með yfir að þeir ætla að hafa þær að leiðarljósi. Siðareglur skulu aðgengilegar starfsfólki, almenningi og fjölmiðlum á heimasíðu Akureyrarbæjar. En svona leggjum við í starfshópnum siðaregluna fram til samþykktar í bæjarstjórn. Takk fyrir það. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum ber nýrri sveitarstjórn að meta hvort ástæða sé til að endurskoða gildandi siðareglur sveitarfélagsins. Æskilegt er reglan sé endurskoða reglulega og helst í hvers sinn sem ný sveitarstjórn skipuð sem og við gerðum í upphafi þessa kjörtímabils. En það er vissulega hollt og gott fyrir okkur að taka umræðina með reglulegu millibili. Nú er þetta í þriðja skipti sem að reglunar tekna fyrir á meðan ég er hér sem bæjarfulltrúi og ég held svei mig það að ég man rétt að þetta sé í fyrsta skipti sem ég kem upp undir þessum lið. En ég velti aðeins fyrir mér þegar ég sá þessi liður var að dagskrá af hverju við erum að setja okkur siðareglur og hvort það séu nauðsynlegar. Ég lít svo á að tilgangur ferlisins sé hugsað til þess að auka traust á milli sveitarstjórnar og íbúa, efla gegnsæi í störfum okkar bæjarfulltrúa og ábyrgðarskyldu okkar. Hvort sem reglurnar gerir mögulegt að draga sveitarstjórnarmenn til ábyrgðar eður ei ef brotið er gegn þeim, þá ættu reglurnar að mótast að því markmiði að til þess þurfi ekki að koma, þó það leysi vissulega aldrei dómgreind okkar sjálfra af hólmi. Heldur á að vera leiðbeinandi skjal fyrir okkur kjörna fulltrúa. Mér langar að taka svona eitt dæmi hérna sem ég velti einmitt fyrir mér. Ef að við sem bæjarfulltrúar sem sveitarfélagi hefur tilnefnt til setu í stjórn fyrirtækis, við erum þó nokkur hér inni sem setjum í slíkum stjórnum, upp kemur svo staða að viðkomandi aðila finnst hagsmunir fyrirtækisins stangast á við það sem við teljum vera fyrir bestu fyrir sveitarfélagið út frá okkar pólitísku samfæringu. Hvernig bregðumst við? Hvaða hagsmuni eigum við að gæta? Fyrirtækisins eða sveitarfélagsins? Þetta er svona pæling sem ég held að við ættum aðeins að íhuga hér undir þessum umræðum. Dæmi sem þessi vekja okkur nefnilega til umhugsunar siðferðislega ábyrgð kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn og það eru margvíslegu aðstæður sem reyna á þessa ábyrgð. Það er vont að lenda í þessu vanda án þess að hafa gert sér ábyrgðina ljósa, en það eru mikla kröfur að þeir sem starfa í sveitarstjórn leiti sífellt við að verðskulda sem best það traust sem þeim er sýnt. Þess vegna þurfa sveitarstjórnir og bæjarstjórnir að gefa sér góðan tíma til að ræða það gildismat og þau viðmið siðferðislega breytni sem við viljum hafa leiðarljós í okkur störfum. Sameiginlega niðurstöður slíkra umræðu eru megininntak skráðra siðareglna sveitarstjórna og slíkar reglur og umræður þær hjálpa okkur sem kjörnum fulltrúa til að taka ákvarðanir og móta starfsvenjur sem til þess fallnar að viðhalda trausti á milli sveitarstjórna og íbúa. Siðareglur sem þessar ekkert lagareglur heldur hluti af óskráðu siðferði sem einnig felur í sér verðmæti og gildismat. Dygðir líkt á heiðarleika, sannsögli, virðingu, skyldur, ábyrgð, tillitssemi sem og lesti einstaklinga.
Siðareglurnar eiga að draga fram mikilvægi þess að segja sannleikann, standa við gefin orð og skuldbindingar og koma fram með heilindum. Viðmið sem þessu eru samofin almennri siðferðisvitund og við tökum mið af oft án þess að veita því sérstaklega eftirtekt, enda kemur siðferði fram í venjubundnu hugafari og menningun okkar. En stundum vakna oft spurningar hvað sé siðferðislega rétt eða æskilegt og þá reynir á hæfni okkar að ræða þá siðferðislega þætti sem í húfi og komast að rökstuddri niðurstöðu. Siðareglur Akureyrarbæjar með þessum breytingum sem komnar eru lýsa þeim viðmiðum og gildismati sem við sameinumst hér að vinna eftir. Þannig birta þær sameiginlegan ásetning okkar bæjarfulltrúa hér á Akureyri og því verð ég ekki í neinum vandræðum með að samþykkja þær hér á eftir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen, lokið máli sem næsta ykkur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það svona nokkur atriði sem ég langaði bara svona rétt til að nefna í þessari umræðu og kannski til þess að velta upp sömu spurningu og bæjarfulltrúi Ingibjörg velta upp sem hvers vegna siðareglur, þá held ég þetta náttúrulega fyrir að fyrsta bara ótrúlega gott að fara í gegnum þessu umræðu og svona, en að mínu mati þá eru siðareglur ótrúlega mikilvægar til þess að svo við getum speglað gjörðir okkar í þeim og það tækifæri til þess að taka mál til umræðu. Ég hef persónulega reynslu af því að taka mál til umræðu í bæjarstjórn sem að ég speglaði við siðareglunar sem var ekkert af því að ég væri að ásaka neitt að hafa brotið siðareglunar, heldur bara finnst mér þetta svona tækifæri til þess og við eigum að gera það reglulega. Og það á ekki að vera í raun og veru neitt skandall fólkin í því þó maður nefni orðið siðareglur í pontu í bæjarstjórn og mér finnst það ótrúlega mikilvægt nefnilega að fólk fari ekki að taugum þó að það gerist hjá manni að maður svona ákveði að taka upp einhver mál í þessu samhengi og það svona ákveðið vandamál finnst mér nefnilega sem að svona það einhvern veginn svona og ég ekki að segja að sé endilega hér í þessari bæjarstjórn eða meira hér heldur en annars staðar, en það einhvern veginn þetta að það svona ákveðin þöggun fólkin í því að það megi ekki einhvern veginn taka mál á borðið nema einhvern veginn í því sé fólkin að umræðan verði einhvern veginn ofsalega svarthvít hvort það skandall eða ekki. Þannig að það sem ég reyni að segja er að við þurfum að vera óhrædd að ræða mál sem að eru kannski að gráa svæðinu, skiljiði. Og það þarf ekki alltaf að vera einhver ásökun fólkin í því þó að mál sé tekin til umræðu. Varðandi hvað grein var það aftur? Augnablik, 7. grein. Nei, já, 8. grein. Að þiggja gjafir og fríðindi og annan viðurgjörning, þá ætlum ég bara að segja að það er mín skoðun að þessi innskotssetning sem kemur fyrir aftan setninguna sem að segir ekki og svo ég vitni nú bara í siðareglunar, ekki heimilt að þiggja gjafir, fríðindi eða annan viðurgjörning frá íbúum og viðskiptavinum Akureyrarbæjar eða þeim sem leita eftir verkefni eða þjónustu bæjarins og svo kemur komma sem túlka má sem persónulega þóknun fyrir ákvarðanir á vegum bæjarstjórnar eða nefndar og í mínum huga núllar þessi setning einhvern veginn bara úthitt vegna þess að þetta er ótrúlega bara teygjanlegt og huglægt hvernig túlka má sem persónulega þóknu þú veist hver er túlkunin á persónulega þóknun, þú veist hver er túlkunin á ákvörðunum og vegum hvers einhvern veginn, mér finnst þetta bara, ég hefði viljað taka þessa aukasetningu út og ég vildi bara segja það hérna, en það er nú bara eins og þannig með siðareglur að þær eru samkomulag okkar allra og það fá ekkert allir öllu sínu fá ramgengt og ég samþykki alveg þessar siðareglur af því að ég vil eiga siðareglurna með ykkur öllum sem að finnst þetta bara fín setning. Ég fagna hagsmunaskráningunni og ég fagna því að hún sé tvisvar nefnd í siðareglunum, svo ekkert fara milli mála og varðandi einmitt boðin og svo ég útskýri þannig líka af hverju ég vil bara setja punkt á eftir
ekki er heimilt að þiggja gjafir bla 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 sem ég sagði á hann, að ég er akkurat sammála bæjarfulltrúa Evu að það að okkur sem boðið á einhverjar listasýningar sem eru á vegum stofnana bæjarins finnst mér eðlilegur þáttur í því að bara fylgjast með og kynna sér og hafa áhuga á starfsemi stofnana bæjarins. Og alveg eins og maður mætir ef að maður boðin í einhvern grunnskóla eða bara einhverja aðra stofnun. En hins vegar að boð á eitthvað annað, hugsanlega segjum að við erum svolítið að tala sýningar, því það er einhvern veginn sem okkur er mest boðið á, sem eru örugglega mesta peningilega verðið af því sem okkur er boðið, sem eru leiksýningar eða sýningar á vegum MAG, að ef eitthvað annað leikfélag sem að hugsanlega ætti eitthvað undir í samstarfi bæinn eða styrkja umsóknum eða eitthvað, myndi bjóða mér á leiksýningu, þá finnst mér bara einhvern veginn eins og mér finnst bara þetta ég á bara að segja veist að ég bara má ekki þiggja svona og mér finnst það bara ekkert mál og hvort sem það er einmitt vínflaska eða einhver lítill miði eða einhver ferð eitthvað eða hvað og ég vil hafa þessar línur ótrúlega skýrar en þetta var nú bara eitthvað sem ég vildi deila með ykkur en ég mun algjörlega samþykkja það og fagna því að eiga þessar siðareglur með ykkur svo bara að því að bæjarfulltrúi Ingibjörg velti upp þessu með hagsmunum þeirra stofnana eða fyrirtæki sem maður situr í stjórn hjá, þá var ég nú að skoða að því að nú mann ég ekki einu sinni hvort að þessi bæjarstjórn hefur fengið fyrirlestur frá bæjarlögmanni en ég allavega sat einhvern fyrirlestur, ég man ekkert hvenar og þá sem sagt talað athafnafrelsi stjórnenda sem ég veit ekki alveg nákvæmlega hvort á við okkur en sem þar er tekið fram í 11. reglu ábyrgðarmörk að bera hafa hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi og taka þá fram yfir hagsmuni stjórnunar einingar sinnar ef svo ber undir. Þannig að þetta ef ég túlka þannig ef ég set einhvers staðar annars staðar í stjórn að þá er ég alltaf að hafa hagsmuni heildarinnar þar að segja Akureyrar bæjar einhvern veginn sem svona rekstrareiningu eða starfseiningu í heildina. En já, takk. Það bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, siðareglur, hvers vegna þarf þær eða hvernig ættu þær að vera og hvernig ættu þær ekki að vera og yfirleitt ættu þær að heita reglur er kannski örugglega til umræðu. Síðan kemur einhvern veginn eins og ég upplifði þetta, þá er þetta næstu meira svona eins og siðferðislegur sáttmáli. Þetta ætlum við okkur í þessum útlínum. Það er ekki, ég sé ekki siðareglur þannig fyrir mér að það sé hægt að útskýra þær með nákvæmlega skýrum hættu og lög gagnvart lögreglu með skilgreindum refsiaðgerðum í framhaldinu. Heldur að þetta sé, við setjum einhverjar útlínur og ég held að eigum samtalið í fyrsta lagi og hvernig viljum við vera og hvernig viljum við eiga í samskiptum og hvernig viljum við fara með það sem við fyrir hönd íbúa, hvernig viljum við hafa okkur þannig og lýsa því yfir og eiga samtalið það. Ástæðan fyrir að ég er alveg hrifin að því að bæta þessari auka setningu við er eiginlega bara til auka skýringar. Já, hún er alveg fullnægjandi fyrir hluti setningar greinarinnar sem varst að ræðum. Hinn er bara svona til ítrekunar á að það þýði að ekki að bæjarfulltrúar fái aldrei neinar gjafir eða veitið viðtöku í þessu formi og það væri æskilegt að skrá þær í hagsmunaskráningu. En þetta mér finnst svo mikilvægt að siðareglurnar að við nýtum þær til samtals en ekki til þess að endilega til samtals og að spegla okkur í tilteknum aðstæðum eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg var að nefna. Hvernig virkar, þetta akkurat tilgangur fyrst mér siðareglana. Þessi vangavelta sem hún kemur fram með ef ég siti stjórn fyrirtækis versus að ég siti fyrir hönd Akureyrarbæjar í þeirri stjórn ef að hagsmunir stangast með einhverjum hætti á. Ég hef valið að horfa á þannig að þá þurfi ég bara alltaf að hugsa hverju heildarhagsmunir íbúa í stóra samhenginu. Þannig að en það ekkert alltaf, þetta stundum lína sem maður þarf að stíga og ég vona að við náum að vinna þannig með siðareglur að þær snúist síðan ekki snúist það að við getum tekið samtalið og getum haft það upp á borðinu og ákveðum útlínur en það til dæmis engin viðurlög gagnvart því að brjóta siðareglur og það svolítið grundvallar atriði í þessu öllu saman vegna þess að þetta auðvitað dálítið loðið og undir samvisku hvers og eins komið.
En þetta tækifæri okkar í fyrsta lagi til þess að setja niður á blað hvernig sjáum við fyrir okkur þennan siðferðislega ramma, hvernig sjáum við það fyrirfram, hvar eru mörkin á því, en vonandi ekki til gagns en ekki endilega til þess að fara í einhverja bálför ef að eitthvað gerist. En ég fagnaði bara að við setjum þessar útlínur. Ég held að mikilvægasti hluti ferilsins sé í rauninni að taka þátt í því að endurskoða reglurnar, að það sé jafnvel gagnlegasti hluti af þeim til lengri tíma. En ég bara fagnaði þeim og mun að sjálfsögðu samþykkja þær hér í dag og bara þakka fyrir það. Já, það hefur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var býsna svona forvitnilegt innskot hjá bæjarfulltrúa Ingibjörgu Isaksen. Þetta með hagsmuni fyrirtækis eða sveitafélags. Sveitafélagi á fyrirtækið, þetta kannski það sem maður svona stendur frammi fyrir hugsanlega í Norðurorku sem dæmi, að það geta verið hagsmunir bæjarbúa að gjaldskráin sé sem lægst, en það ekki endilega hagsmunir fyrirtækisins. Þá þarf maður í einhverju samhengi að horfa á heildarhagsmunina sem eru þeir hvað gerist ef fyrirtækið verður órekstrarhæft af því að gjaldskráin svo lág. Sem það sé verð fyrir bæjarbúa heldur en að gjaldskráin sé lág. Ég myndi álíta það, þannig að þá tekur maður afstöðu miðað við það og horfir á heildarhagsmunina þannig. Svo getum við lent í því að þeirri stöðu að eigandinn sem sveitarfélagi kannski vill fá greiðslur út úr fyrirtækinu, einhverja fjármuni til að standa undir rekstur einhverja þátta, og þá hljótum við líka að horfa með sama hætti á þetta. Þetta eitthvað sem að myndi skipta sköpum fyrir fyrirtækið eða sveitarfélagi og taka þá afstöðu með tillit til þess. Ég held að þetta þetta getur verið flókið, en þetta kannski ekkert rosalega flókið. Ég skil spurningum, langar alltaf. Ég velti svo oft fyrir mig líka, menn ég satt í stjórn. Svo bara aðeins varðandi 8. greinina. Hún teygjanleg, það alveg rétt. Þetta mjög stór teygja. En þá held ég að sé líka alveg rétt eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á áðan. Það bara eðlilegt að taka þá bara mál á dagskrá í bæjarstjórn og veltaði fyrir sig hvort að teygjan sé réttlætanleg í því tilviki sem ræðir, ef að menn eru að velta því fyrir sér eður eigi, eins og var gert svo sem fyrir 2 árum. Og ekkert út á það að setja. Við hljótum bara að taka umræðina á málefnalegum nótum og veltaði fyrir okkur hvað sé eðlilegt innan ramma þessar reglna og ekki. En svo það hitt sem ég kannski ennþá meiri áhyggjur af, og það hvort að fólk horfi bara á þessa umræðu okkar og það að við séum að setja okkur einhverja siðareglur, eitthvað markað. Til hvers það að eyða tíma í þetta? Ég meina, eitthvað farið eftir þess? Og nú ætla ég bara að vísa á aðra stofnun sem okkur æðri og heitir Alþingi. Og vegna þess hvernig umræðan og framkvæmdin þar í kringum þessi siðareglur og úrskurði siðanefndar og þar fram eftir götunum, þá erum við pínu vandanna, finnst mér, hvað varðar traust á okkur bara öll í pólitíkinu versus siðareglur og það að við segjumst alltaf hafa okkur svona hinsegin, af því að það engin viðurlög. Við höfum þó kannski eitthvað aðeins rýmri rétt til þess að hafa áhrif á nefndasetu fólks, en við getum ekkert gert inn í þessum sal þó einhver brjóti alvarlega af sér gagnvart siðareglum. Af því að réttur okkar til setu í bæjarstjórn virðist bara verið óskoraður. Þannig. En ég ekki að tala siðaregluna niður í þeim skilningi, ég bara benda á, við erum í smá ímyndarvanda. En ég segi bara og ég mun samþykkja þessar reglur, ég harður á því, við svo bara taka umræðu þegar mál kom upp, en ég líka bara sýna það að við förum eftir þess.
Við erum ekki bara að gera þetta til að gera þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er reglur sem við ætlum að fara að samþykja hér, hvort sem það eru siðareglur eða samskiptareglur, finnst mér góðar. Mér finnst það að vísu common sense. En vandamál við svona common sense er að það er kannski annað hjá mér heldur en bæjarfulltrúa Guðmundi eða bæjarfulltrúa Hildi. Textun er gott að þessu komnar á blað og gott fyrir fólk að geta rent yfir þar og svona annars lagi og sé hvort það sé eitthvað að fara fram úr sér. Aftur á móti fannst mér svolítið áhvert það sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á hér áðan með þegar að fólk situr í stjórnum fyrirtækja. Ég lít einhvern veginn þannig á að þegar að fólk kemur inn í stjórnir og settar inn að það á það að bera hagsmuni þeirra fyrirtækja að leiðarljósi. Og bærinn gæti nú bara þurft að blæða stundum aðeins í því, en þess að ég held að það sé nú bara í reglum fyrirtækja að þegar þú kemur þann inn þá áttu að fara eftir ákveðnum reglum sem snúa því að sitja í stjórn. Og ég held að séu líka ákveðnir svona erfiðleikar hjá fólki sem situr í 2 nefndum innan bæjarins, því að þær nefndir geta skarast á ýmsum sviðum og hvað ætlar að standa þar. Þannig ég held að það sé nú ákveðið vandamál að fólk er að sitja í fleirum einni nefnd inni á bænum. Þannig að ég held að þegar fólk er sett í svona nefndir þá á ég að vinna að faglegum grundvelli fyrir þessa nefndir eða stjórnin sem það situr í. En ekki endilega akkurat fyrir bæinn þegar situr við stjórnum fyrirtækja. Ég leit alltaf í íþróttirnar þegar ég fer að hugsa svona og ég fór bara að hugsa að þú veist ef að Káa þyrfti nú að taka eitthvað orð frá KSÍ með einhvern leikmann að hvíla hana því að hann þyrfti að nota næsta landsleik. En það væri meiri hagsmunir fyrir Káa að spila honum í sínu leik. Mér finnst það bara ekki spurning sko. Þannig að svona horfi ég á málin, ég einfaldaði mjög mikið svona oft niður í sportið, en mér finnst þetta svona bara rökrétt. Þannig að ég vildi bara segja mína skoðun á þessu. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson loki máli sínu og orðið er laust. Það er fleiri að ekki hvað sér hljóðs, þeir geta samþykkt þess að siðareglu, gefið merki. Það er 11